Áður en við byrjum viljum við taka skýrt fram að ekkert sem fram kemur í þessu hlaðvarpi ber að líta á sem fjárfestingar, fjármála eða skattaráðgjöf. Hlaðvarpið er eingöngu ætlað til fræðslu og almennar umræðu Bitcoin, sýndareignir og tengd málefni. Fjárfesting í sýndareignum felur í sér áhættu. Verð getur sveiflast mikið og þú getur tapað hluta eða allri fjárfestingunni. Kynntuðu málin vel og taktu sjálfstæða ákvörðun ef þú ætlar að fjárfesta í sýndareignum. Komið sæl, kæru hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag er föstudagurinn 14. ágúst 2026. Bitcoin er í $64.780 og hjá mér er sestur Björn Harðarsson. Vertu blessaður, Björn. Blessaður sæl. Ég var bara einhvern veginn að hlæja þessu að mér finnst þú að hafa sagt þetta þessa tölu svo oft. Ég var einmitt að vera að segja hérna að mér finnst þess að sé langt síðan ég hafi lesið upp svona hátt Bitcoin. Já, við erum samt búin að vera, eins og ég held ég að sagt síðast, við erum búin að vera í 6 mánuði bara svona tiltölulega flatt. Já, og alveg margar vikur bara akkurat í þessu. Eins og einhver sagði sko, það er eina sem er verra við að vera ekki að fara upp, það er að við erum sem ekki heldur að fara niður. Já, ég mitt... Það leiðist mest á þessum stað, sko. Já, það er bara staðrend, sko. Og hérna, og eitthvað einn svona, þegar þetta er að hjakka svona í sama farinu að þetta eitthvað einn, þetta er svo ólíklegt að búa til einhverjar ástæður fyrir fólk til að bregðast eitthvað við. Já. Og veist, ef þú ert að hugsa að kaupa þá líður ekkert eins og sért að með samneinu að það líka ekkert á og samskapið að hugsa að selja þá ert í sömu sporum sko. Því langar rauninni að kaupa þegar þetta er að fara upp því niður. Já, einmitt. Svo langar líka að kaupa þegar þetta er að fara niður en það gerist ekki neitt þegar þetta er flatt. Sko. Einmitt. En það er svona, þú veist, eitthvað til að tala samt og hérna það er innflæði núna búið að vera í kaupleysjóðana alveg svona ágætlega mikið, ég held ég að vera að lesa töluna hvað $680 million Já, það er, ég held að það verið 600 á okkur 4 dögum, ég held að þú veist vikan standi í 480 eða eitthvað svoleið, sko, ég var með þetta, já, þetta er rauninni, sko, 498 á viku, ef við tökum viku, sko. Já. Þannig að, þú veist, já. Sem er ekki, þú veist, svakalegt, sko, en bara svona solid, mjög solid. Já, og bara ágætt innflæði á, hérna, íð líka, sko, og hérna, það frekar lítið að frétta í Solana, ég held að það sé $0.9 million sem eru 900.000 á viku. Er þetta í plus, sko? Já. En svo getum við, þú veist, að því nú komin ágúst, við vorum held ég síðast í lok, júlí, þá var nú ágætt að nefna það, að júlí var í heildina grætt 6,7% upp. Og þegar ég skoðaði morgun... Er það um kryptomarkaðin? Nei, Bitcoin. Þannig að Bitcoin var 6,7%. 6,7% upp í júlí. Já, ok. Og núna 3,2% í morgun. Ég veit ekki hvað, það er búið að sveiflast aðeins, sko. Já, þú ert þá að tala þegar þú segir, sko... Já, 3,2% upp í ágústmánuð. Já, einmitt. Já, þetta er svona byrtir aðeins til, En náttúrulega maður líka skoða þetta í samhengi við sko S&P 500 er í 7.000 yfir 7.700 sem er náttúrulega bara galið sko hann er að veist já, það er hérna sko mér langar svolítið að við ætlum að fjalla örlítið meira þetta cold card tilvik, svo sem ekkert mikið það að segja en eitthvað fyrir kannski aðeins í þá eftir. Það sem mér finnst svolítið áhugavert er að það vera sífellt fleiri lönd og núna síðast Rússland að setja reglur kryptomarkaðin þar í landi. Áður var Japan og svo mika löggjöfin í Evrópu náttúrulega, einmitt. Þannig að hérna og eitthvað veginn Bandaríkin ekki ennþá komin hana.
sem mér finnst svolítið, þú veist, þetta er ekki að spilast út eins og maður hafi vonast til að eitthvað einn sjá Bandaríkin spila úr. Og svo spyr ég mig líka, þú veist, ég átta mig á því að þetta er alveg marathon, þú veist, þegar eitthvað svona er sett að stað eins og Project Crypto hjá SEC og svona, ég átta mig á því, en þetta er samt alveg, sko, nú er Trump búin að vera í 1,5 ár sitjandi forseti, rúmlega. Og mér finnst eitthvað nokkið að rosa mikið af einhverjum hugtökum, þú veist, þú með CryptoSAR, þú með Project Crypto hjá SEC, vissulega hérna Genius Act, sko, sem orðið að lögum. Við erum með fullt af ráðherrum sem að eiga krypto og eru jákvæðar á krypto. Já, en ég bara, þú veist, já, og núna það sem langar mig kannski árum við förum lengra með þetta, bara ef við byrjum að taka stöðuna á Clarity Act, af því að við tölum það síðast að tíminu væri mjög knappur og hver er staðan á þessu núna? Sko, áður en ég byrja á því, það er bara sem er reyndar inn í því líka, því að þú veist þetta sem varst að segja, sko, nú eru fullt af löndum heimsins að samþykja lög, þú veist, er alls konar, ég kíkti aðeins á þessu rússnesku lög og kannski, þú veist, það er rosa takmarka sem fólk má rauninni fjárfesta í, til dæmis, sko. Já. En ok, það er þannig komið ykkur skýr lög þar sem að við höfum talað að, þú veist, Bandaríkjamenn hafa viljað, þú veist, Trump segir þetta frægt og hefur endurtekið, við ætlum að vera crypto capital of the world. Og ég sagði síðast frá því að Cynthia Lummis var að rífast yfir því að þau voru búin að koma ótrúlega mikið á móts við demokratana, þeir væri samt alltaf að bara, þetta er ekki tilbúið, þetta er ekki tilbúið, þetta er ekki nóg gott og eitthvað svo leið, sko. Ég hlusta á Scott Bessent, fjármálaráðherra, það var reyndar svolítið áhugavert, hann sagði, sko, Ameríka mun leiða kryptómarkaðin eða Ameríka mun ekki, eða Bandaríkjamenn mun leiða kryptómarkaðin eða Bandaríkjamenn mun ekki leiða kryptómarkaðin. Það er ekki flóknar en það. Og hvað á hann við með þessu? Bandaríkjamenn mun... Nú þurfum við að samþykja Clarity. Já. Svo segir hann, sko, Ameríka will lead or Ameríka won't. It's not more complicated than that. Svo segir hann setningu sem að ég efast að þú endilega tengir við, ég ætla að segja það eftir, hann segir, if you don't believe me or don't get it, I don't have time to convince you, sorry. Það, veistu hvað er áhugavert við þessa setningu, sko? Við erum búin að vera báðir tveir lengi í krypto, þar sem að krypto hefur verið gagnrýnt og hunsað og svo kemur þessi breyting með Trump og ríkisstjórninni, sko. Einhvern veginn hefði maður ekki átt von á þessu að fjármálaráðherra myndi vitna í Satoshi Nakamoto, þetta er setning frá honum. Þegar það var eitthvað svona í ykkur spjalli þar sem að einhverju var eitthvað að gagnrýna Bitcoin, þá segir hann þetta og núna þarna sagði Scott Bessent. Hvað nákvæmlega segir Satoshi? Var hann að segja, var þetta Satoshi? Ef þú trúir mér ekki þessu ekki, eða ef þú skilur þetta ekki, hef ég ekki tíma til að reyna að sannfara þig fyrir geðu. Ég skil, áhugavert. Mjög áhugavert. Þú veist, já, sko eina sem, þú veist eina sem ég reyna eitthvað að skilja í öllu þessu er að, þú veist, það er bara svo algengt í lífinu líka bara og öðru, sko, maður getur orðið svo fixaður á að hver einn hlutur verða að gerast. Já. Og svo svona, ef maður er að summa þess betur út og bara spyrja sig alveg frá grunni og kemst maður stundum að niðurstöðinu bara hefur þetta einhver úrslita áhrif þegar upp í staðið og ég er svolítið þar með þetta Clarity Act. Auðvitað, ég upplifa þannig að það sé óhjákvæmilegt, Bandaríkin er ekki að fara að setja einu eftir, sko, það bara, þú veist, ég held að það sé bara spurningum tíma. Já, og tíma og útfærslu náttúrulega. Sko, það þetta bara, sko, ég er búin að vera að fylgjast aðeins með þessu vikunni að því að eins og við sögum síðast að það var talað deadline væri núna að öldungadeildin ætti að fara í frí núna í dag, föstudag og það er ekki komin
tímasetning á atkvæðagreiðslu. Við erum líklega bara að tala um það, það verður líklega ekki að lögum á þessu ári. Nei, þú veist, það eru sumir sem að segja, þú veist, þeir eru ekki að fara í frí, þeir verði yfir helgina, það eru mikilvæg frumvörp, mögulega að fara fyrir því atkvæðagreiðslu, en sko, demokrata verðist ennþá vera mjög bara neikvæðir, þú veist, við þurfum 60 já og þar að þurfum við þá lágmark 7 demokrata. Það er erfitt að sjá hverjir 7 demokratar það eru sko og svo er þetta Elizabeth Warren sem að sumir segja sé kostuð af bankakerfinu hún er alveg, það er alveg skelfilegt stundum að hlusta á hana að fólk skuli tala svona sko hún er spurð þarna hvað finnst þér hérna hefur engar ágjur það að bara iðnaðurinn minn flýja hún segja ég skilði ekki, er þetta að meina peningaþvottamennirnir að þeir muni fara úr landi, er það ekki bara gott? Guð, já, einmitt. En svo er eitt teiki þessu sko, það, ég ætla ekki að segja þessi satt, en það eru svona, ég segi ekki að sé sterkar raddir, en það hefur verið kastað fram að mögulega sé bara Trump sáttur við að demokratar komi veg fyrir þessi lög og þá getur hann nota það í kosningabaráttu og ná til kryptofólksins með því að segja að demokratar komið upp fyrir þetta. Langsótt mögulega sko, ég held að hann komið miklu betur út fyrir hann að 100% þetta verður en hann mun bóttið gera, ég bara þú veist sko kryptokjósendur og kryptosamfélagið er í svo miklum sárum núna sko, það er bæði miklu minna samfélag en það var 2004 og það er ekki einhvern sama bólmagn sem þetta samfélag býr yfir sko. Þannig ég er með þá kenningu, það er bara persónuleg kenning mín, ég held að þetta hafi haft gríðarlega mikið að segja að Trump hafi verið forseti það hann var pro-krypto, pro-bitcoin og kannski hefur ránt fyrir mér en þetta er allavega það sem ég trúi. Það er bara svo erfitt að meta. Ég áttam á því sko. Þess vegna get ég ekki sagt annað en ég bara trúi þessu. Ég get alveg verið sammála því gagvart, mögulegu lögum, við værum ekki að tala um þetta nema mögulega að hann væri honum forseti og koma á öllum þessum jákvæðu mönnum inn í fjármálaeftirlitið og ráðuneytin og svo framvegis og það að svona, hvað sé, fyrirtæki og fagaðilar eru farnir að skoða krypto en svo bara eins og við höfum talað og ég nenni svo sem ekki mikið að bæta við það að svo bara er þetta svo kallar svona soft rug pull sem hann gerði með Trump-coin og fleira sko. Já, einmitt en sko, en punktur mér með þessu er ég veit ekkert endilega hversu mikill styrkur er í kryptokjósendum núna sko, ef þú ætlar að vera með eitthvað þú ætlar að fara í þessar midterm elections eftir ekki langan tíma og að fara að höfða eitthvað til kryptokjósenda ég veit það ekki þú veist ég er ekki viss það er svo erfitt að átta að segja því þú veist, mér finnst þetta að vera svo mikil umræða þetta já, en ég veit að bara ég veit það og ég held Björn að veruleikin sé sá það er ekkert mikil umræða þetta sko. Það er málið, ég held að Clarity Act sé bara ekki mjög stórt fyrirbæri í bandarískri umræðu sko. Ég meina, þú getur ekki sagt það sama þú veist, þarna Míka-löggjöfina, ætla að sé margir sem vita Míka-löggjöfina sem eru ekki í krypto. Nei, en þú allar sagt það með Míka er að allt fólk sem vinnur í finance í fjármálageranum það, þú veist, ég hef alltaf ekki hitt einhverja manneski sem er að vinna já, en ég er að hugsa að það verður snerst almenna kjósenda eða eitthvað svona já, nei það er tala um það út frá því hversu mikið skiptir þessi máli, hversu mikið er þessi hópur að fylgjast með og kjósa út frá þessu en á móti kemur, það var þetta að horfa á hitt það kemur að mánalega skýrsla alltaf við crypto.com sem er að segja að þetta sé eitthvað 700 miljón mann þetta sé eitthvað 700 miljónir í heiminum sem er í krypto þú veist, ég gef mér það að það sé verið að styðast einhverja mjög víðtæka skilgreiningu á því að vera í krypto, sannarlega að hafa verið einhvern tímann átt í vísinum með krypto eða hvað er, en þeir sé alltaf þetta sé talan. Hvað viðmiðin þar? Til dæmis, ég held til dæmis að við tölum mikið heimsmeistaramóti í knattspyrnu hérna og ég held að ég hafi rétt fyrir mér að ef þú keyptir miða á leik þá var miðin gefin út á Avalanche bálkakeðjunni. Í alvörinni? Já.
ég heyrði bara, ég var að heyra eitthvað svona panel á einhverju ráðstefnu þar sem að var starfsmæður frá Avalanche og hann sagði sko, þú veist, það er alveg option í gangi þar sem að þú veist ekki eins og af því og svo sagði hann, eins og til dæmis ef þú fóst á leik og keyptir, þá varstu að tengjast Avalanche balkakenni. Ég til dæmis vissi þetta ekki fyrir en að sagði þetta. Nei, ég veit. Þar eru við með þetta sem við myndum að í framtíðinni erum við að fara að nota krypto á þess að við sem að nota krypto. Já, það er það sem við vonum. Það er allavega svona leiðin af velgengni sem ég sé fyrir mér, sko. En ok, gott og vel. Þannig að, þú veist, niðurstaðan er svo að Clarity Act bara að líkindum er ekki að fara að vera samþykkt á þessu ári. Við vitum ekki að það gæti gerst. Já, sko, fyrir ekki að grífa framfyrir því, sko, þú veist, það er allavega þetta núna að, þú veist, ég sagði föstudagur sem er föstudagur í dag, en nýjustu frétti er að þeir munu sannleiki fara í þetta frí sem þeir átt að fara í lok dagsins í dag. Það mun vera helgin. Oft kemur eitthvað á síðustu metránum. Ég man ekki, þú veist, við fengum kaupallarsjóði bara svona allt í einu á þess að gera okkur grein fyrir. Ég veit að það er ekki sami hluturinn. Nei, sko. Það er ekki sami hluturinn. Það er bara ákvörðin í SEC. Prósentunar, líkurnar á polymarket er í lægstu lægðum. Ég man ekki úr það sé 17% eða eitthvað hlöði, sko. Það er smá. Maður hefði átt að taka þetta bettana þegar þú varst að segja það væri 5%. Þegar ég sagði 5% þá staðan var 60% eða eitthvað. Þeir koma tilbaka 15. september og eru í 2 vikur þangað þeir fara í kosningabaráttu. Þannig að það er gluggi en ég gæti alveg ráð fyrir því að þegar við heitust hérna næst þá segjum við bara, við tölum ekki meira Clarity að svo stötu, sko. Já, ég veit. En ok, þá held ég sjá ekki að því við tölum það. Við ætlum að fara aðeins betur yfir þetta cold card fyrirbæri og fyrir þá sem voru ekki að hlusta á síðasta þátt að það var cold card er svo kallar kalt Bitcoin-veski, þar að segja veski sem getur geymt Bitcoin án þess að vera tengdur internetinu og án þess að vera að treysta á alltaf hugmyndin er að þú átt ekki þurfa að vera að treysta á okkur þriðja aðila en það er endar hafa verið einmitt ákvörða það að þú þurftur að treysta þessu fyrirtæki sem gerir einhverja er ekki rétt að segja þetta svona þetta er einhver svona kerfis öryggisvilla alveg sem gera í upphafi og þetta voru ekki öll cold card verki sem þetta hafði áhrif á þetta verið eitthvað með það hvernig þú fæði að sletta eins hvernig þetta er random generatað seedphrasið að það var ekki svona true randomness. Nei, ég hef reyndar heilt frá einhverjum að það sé alltaf hægt að ná true randomness. Já, það er allavega eitthvað svona öryggisstaðlar þarna úti sem Ledger er með sem að bara þú getur ekki búið þetta til nema að vera uppfylla rauninni öll að öryggisstaðlar til að það sé eins mikið randomness og hægt er. Í þessu tilviki virkar þetta svona eins og mjög furðuleg mistök eins og að það var ekki kveikt á einhverjum on-takka fyrir það að það ætti að vera bara svona mjög sterk randomness og fólk taldi sig vera að smetla á eitthvað en það var raunin bara að smetla á eitthvað er ég að búið til seedphrase ég man ekki nákvæmlega hvað það er allan eitthvað rosa furðulegt sem að einhverjir eru þá búið til mjög léleg seedphrase, sko. Og hakkar ekki á það að bara fundi eitthvað pattern, eitthvað munstur. Já, svo finnst mér þetta búið að skríti í kringu þegar það var að selja þessu verski þá fylgdi líka eitthvað svona teningar, kefti einhverja teninga með þannig að þú gast eitthvað kastað upp á tening til að reyna að búa til eitthvað, þetta áttu að vera skemmtilegt en endanum er þetta bara mér finnst það svona enn eitt svona klúðrið sem ég finnst stundum með svo í þessu hökkum, það sem þetta bara svona virkar á mig svona eins og bara einhvers konar kæruleysi, ég sá eitthvað færsli á einhverjum sem að tapaði 18 Bitcoin og hann sagði bara, þú veist, ég held ég hef gert allt rétt. Jesus, og þú veist, þetta er not your coin, not your crypto og allt þetta, sko. Þú veist, það er bara í uppnámi núna, eins og þú svo myndist á hérna síðast. Þeir sem eru, þó að Ledger og Trezor sem búin að gefa út að þeir sé ekki með þessa veikleika, þá er fólk óöruggt, sko. Það má velta fyrir nú hvort að fólk er mitt. Núna flýi yfir í kaupallir og kaupallarsjóði og... Já, mér finnst það, þú veist, ég eins og, sko, þú veist,
ég lít svo mikið þannig á þetta og það er aftur bara mín persónulega skoðun er að mér finnst það algjörlega nauðsynlegt að sá möguleiki sé fyrir hendi að þú getir varslað Bitcoinið þitt sjálfur með þessum hætti eins og að geyma á köldu veski leið þú tekur þann möguleika af þá finnst mér allt þú veist allur tilgangurinn nánast bara farin sko, þannig lagað ekki alveg en mjög stór hluti ég hins vegar þú veist ég er svolítið hugsað með sjálfum mér sko, jú, ef ég myndi ef eitthvað en hjólinn snúast þannig fyrir mann í framtíðin að maður eignast mjög mikið þá myndi ég vissulega geyma eitthvað á kölduveski sem væri bara svona algjörð bara ef allt fer í skrúuna bara í heiminum þá er ég með eitthvað sem væri bara svona hugsunin bara, þú veist, ef ég þarf að eins og maður sér í bíómyndunum bara að maður kemur heim, segir bara við konu og fjölskylduna bara allir að pakka saman við erum að fara bara, þurfum að koma okkur að byrja nýtt lífi eitthvað staðar þá væri sannlega gott að vera með svolítið stakk á kölduveski en þú veist mér líði ekki vel að geyma allt mitt á köldu veski, ég bara segja það alveg eins og er sko, að bara þú veist, ég meina okkur, þetta er auðvitað einn faktorinn, þú veist, ég vil trúa því að þú veist, þetta get ekki gerst fyrir Ledger og þetta get ekki gerst fyrir Trezor og þetta get ekki gerst fyrir flest aðra af þessum framleiðendum en ástæðan fyrir að það bara skiptir engu máli að því að ég hefði sagt það sama þótt ég vissi ekkert Cold Card ef þú hefði spurt mig bara, ég með allt Bitcoin mitt á Cold Card þú veist það bara liggur þar og ég er búin að gera þetta allt rétt auðvitað hefði ég sagt bara, ok, það var bara alveg 100% safe, eina sem ég hefði haldið að geti hakaði var einhver kvantumtölva sem er ekki til og verður örugglega ekki til á næstu árum sko, það er eina sem ég hefði haldið að eða þá að þú myndir, skiluru þetta sítfreysi myndi kvikna í einhverjum eldi eða þú fattar hvað er að fara? Ég er svolítið samanlegur, þú veist, ég myndi segja núna, ég myndi ekki vilja hafa allt mitt á köldu veski en á sama tíma, þú veist, þegar þú spurt mig fyrir 2 árum síðan, þá hefði ég örugglega sagt, akkur ekki? Já, þú veist, og það sem ég er líka áhugavert í þessu er líka, sko, þetta er búið að vera svolítið lengi þetta Cold Card, þó ég þekkti það ekki. Nei. Þegar að vera svo hrifnar líka þessi Bitcoin maxa skóli sem vera að predikera sko not your keys, not your coins því þú gast ekki geimt Ethereum þetta var Bitcoin only og það sem er svo líka svona áhugavert að skoða þetta hack einhvern veginn er að sko ef þú ert með ef það hefði komið fyrir Ledger þá hefði Ledger mögulega geta sendt öllum tölvupóst segir reyna að koma peningunum einhverju burtu eins fljótt og hægt er. Já, einmitt. Cold Card var ekki með neinn e-mail-lista, þeir voru ekki með neina tengingar við viðskiptavinni sína, þeir gáttu ekki vara neina við og ef þú keyptir þér Bitcoin 2014 eða eitthvað og settir það á Cold Card veski, svo ert bara búin að vera geymið en þú ert ekkert einhvern á X-inu að fylgjast með kryptónu, þetta er bara svona varasjóðurinn. Þú veist ekki ennþá jafnvel að peningur þinn er horfinn. Það er brútal að hugsa til þess sko. Og talan hefur hækkað talsveit mikið. Nú er þetta dett í 2000 Bitcoin tæplega. Þetta er yfir $100 million. $130 million held ég sko. Þetta eru sláandi tölur og en einmitt, þú veist, þetta er bara þetta fær mann bara til að fást við sko, bara þú veist að ég mitt svara þessu fyrir sjálf sig, þú veist, hvernig ætla ég að passa upp á eignum mínar sko, þú veist, og það er alveg sami, ég meina ætla að vera með peningana hjá bönkunum og ætla að segja að það geti ekki gerst neitt þar skiluru, þú veist og ætla að vera með peningana í fasteignum, ætla að segja að það geti ekki gerst neitt þar og sannleikur er bara að þú veist það er ekki til neitt sem heitir að vera algjörlega öruggur og ég held að leið og hugsir það þú veist ég myndi ekki, þú veist, mér liði ekki vel að geyma peningi minn á Kaupöll sem væri bara með mindseti bara
það er ekkert sem getur gerst sem stofnar öryggi eigna í hættu. Þú ert alltaf að vera með þetta mindset að það er eitthvað sem getur gerst og þú er vakandi fyrir nýjum ógnum og þannig stuðlar því að öryggi sé mest. En ok, þetta er auðvitað bara hræðilega leiðilegt og Svona, ef við fyrir aðeins í markaðin aftur, þar sem mér finnst, þú veist, og þá er ég aðeins að halda mig við þetta kóldkartmál aðeins, sko. Þú veist, nú hefur ýmislegt gerst, mér að það er, þú veist, þetta, þú veist, á síðustu mánuðum hefur þetta stríð komið og farið þarna í Íran og nú erum við að sjá þetta kóldkarthak, sko, rauninni, jú, Bitcoin fór eitthvað smá niður þennan dag, fór upp aftur. Þannig að, þú veist, það virðist, þú veist, ok, við höfum verið að tala um það hérna, að, þú veist, að allar þessar jákvæðu fréttir í kryptoheiminum og allt þetta jákvæð sem er að gerast að öll þessi nýju kaupallarsjóðir og þessi nýju fyrirtæki sem eru að gera eitthvað og þróa eitthvað er ekkert að skila sér inn í verðið. En akkurat núna, þú veist, það er fyrir einhverjum mánuðum síðan, þá sáum við neikvæða fréttir hafa mjög neikvæð áhrif. Nú er það orðið þannig að neikvæða fréttirnar heldur ekki hafa áhrif og ég hef nú verið að kannski svolítið duglegur að tala um hérna svona vísbendingar að botninum hafi verið náð og aftur bara tekið það fram, ég veit ekkert hvort að botninum hafi verið náð eða ekki, en það er alveg sterkar vísbendingar það að þú veist að ef botnin er ekki náð þá eru að mögulega allan að nálagt honum, sko, og þú veist þetta, ef að þú veist, jú, mögulega og eftir að einhver verða þreyttir og eiga eftir að selja, sko, en þeir eru allan ekki panikselja í þessari stöðu sem að maður hefði haldið fyrir einhverju síðan. Við getum bætt við að það kom einhverja fréttir fyrir einhverjum 2 vikum síðan að það voru nokkrar kaupöllur sem að annarkvort hættu eða fóru á hausinn. Bitmex til dæmis, Arthur Hayes, oft vitnað stór aðil á markanum, sko. Já, sem ég segja hann að fundu upp Herbst Trading sem er nú vinsælt í kringum Hyperliquid, mjög stór á markanum á sínu tíma allavega, þeir bara hættu. Bitmart, ég heyrði einhverja milljónir viðskiptavina þar, sko. Einhvað af þessum fyrirtækjum fóru í greiðslu þrotsmeðferð, sko. Þetta er engin áhrif á markaðnum. Nei, einmitt. Var það ekki með Bitmex, voru ekki bara, eða það virkaði á mig, en kannski rámt á mér, en virkaði á mig bara eins og þeir væri náttúrulega að gefast upp bara fyrir sko allri lagumgjörðinni og eftirlitskröfum, en ég veit ekki. Ég átta mig ekki, það er mögulega eitthvað, þú veist að þeir bara er ekki með eins mikið af viðskiptavinum og þeir voru með og það hafa komið nýrri, þú veist, Coinbase er komið inn á þetta, Kraken er komið inn á þetta, þú veist, þarna Hyperliquid og okkur sleið, sko. Jú, þeir hafa þetta verið í ýmsu, minna, ef maður rétt að vara Arthur Hayes ákærður fyrir að standast ekki lög, að því við vorum ekki með neinn lög í krypto og eitthvað svona, ég man ekki eins og út af hvað það snerist. Þannig að, þú veist, kannski ekki stórt, en einhvern tímann hefði þetta alveg verið stórt. Þannig að, þú veist, 6 mánuðir flatir, við erum að nálgast bráðum árið, það eru reyndar ekki fyrir í október, það styttist í annan endan á þess að allan að, sko. Sjáum til, ég, þú veist, maður heyri marga tala um þetta, sko, en ég segi bara sjáum til, ég held bara, þú veist, það var mér fannst bara ein góð setning sem maður heyrir oft reynda menn segja er að það er bara eitt rétt verð og það er markaðurinn hverju sinni. Já. Og mér finnst að kryptómenn megi, að því að sko það lifir eiginlega engin sko kryptómaður eftir þessum orðum og ég hef ekki í gegnum tíðina að lifa eftir þessum orðum, sko, skilur, ég hef alltaf verið með bara, ég er með eitthvað hugmyndina og eitthvað svona samfélagi kringum mig að raunverulegt verði er bara miklu herra, markaðurinn er bara ekki búin að fatta en ég og mínir erum bara svo klárir að við erum búin að fatta og við erum bara svo langt á undan öllum. Já.
yfir í það að ég er bara komin á það bara, herru, það er bara eitt rétt verð og það er verð sem markaðurinn segir og þetta gengur í báðar áttir, skilur. Þetta er líka til að þakka niður í þeim sem er að segja bara að þetta er verðlaust og að vera 0, bara nei, það er bara augljós ósannindi. Þú ert ekki annað en að bara horfa á markaðinn. Þetta þakka líka niður í þessum Moonboys, skilur, sem er að segja, herru, ef þú bara myndir skilja Bitcoin, þá myndir þú fatta að þetta væri $1 milljón virði bara minnstakosti, sko, skilur. Já. Og ég finn allavega að þetta svona veiti mér bara ákveðin frið, sko. Bara, herru, markaðan segja að þetta sé 64.000, tæplega $65.000, þá er það bara verðið. Og svo er endalist eitthvað svona, já, þú veist, þetta áttur að fara svona neðar hérna og svo upp hérna, segir bara, markaðan að segja þetta núna, það er bara rétt verð. En, þú veist, en þú skilur þetta veitir svo smá peace of mind að vera með þetta mindset, sko, skilur, við erum ekki alltaf að hugsa einhvern veginn, þú veist, hvað er að fara að gerast næst, hvað er að fara að gerast á morgun, bara, heru, þetta er það sem markaðan er að segja. Já, og þú veist, rauninni, sko, við veitum eitthvað hvað er að gerast, menn að ég sá einhverja tölur að þeir sem ættu, ég held að hafa verið milli 10.000 og 100.000 Bitcoin hafa verið að bæta við sig einhverjum 20.000 Bitcoin sem er svo... Getur ekki verið milli 1.000 og 10.000 Bitcoin? 1.000 og 10.000? Já, af því að hitt er... Já, og þú veist, og það hefur ekki skilað sér í verðinu sem að það hefði mögulega átt að gera, sem að bendir til þess að það er líka einhver sala þarna í gangi einhvers staðar, sko, sem við vitum ekki hver er. Talandi það, Michael Saylor var að selja. Já, hann seldi 1600 seldi hann ekki 1600 Bitcoin? Jú. 1600 og eitthvað? Já, veist, 1605 eða eitthvað. Menni hvað var eitthvað 1600 allavega. Já, og bætti enn meira við sig af Fiat peningum sem hann hefur gagnrýnt í gegnum tíðina. Nú er hann komið með einhver 2+ til 3 ár af... Það myndi bara vanta, hann myndi taka því upp einn og segja bara, það er the American dollar. Það er the American dollar. Vera últra langur á ameríska dollarin. Never sell it, never sell your dollars. Já, ég fór að hugsa, þú veist, stundum er hann að gera þetta og stundum, þú veist, að selja Bitcoin, stundum er hann að auka hlutabréf og svo framvegis. Hann er að bæta við sig þarna er hann að bæta við þessu dollarum, hann er líka að kaupa stretch og þegar maður rýnir í hvað hann er að gera, þú veist, ástæðan fyrir að hann getur ekki alltaf, hann verður stundum að selja, ef hann ætlar að bæta við þessu dollarum, þá verður hann stundum að selja Bitcoin, því að þú veist, ef hann er að nálgast að fara undir NAV, þar að segja virði félagsins með Bitcoin-eignina, eignu félagsins, þá getur hann ekki aukið hlutaféð. Hann getur ekki aukið hlutaféð nema virði félagsins sé meira. Þannig að, og svo er hann að reyna að koma þessu stretch aftur í 100, fórum tímabili í 93, hann er ekki að ná því, sko. Nei. Ég hef eina skoðun á þessu. Þú veist, ég er búin að segja, ég hef fullt af skoðunum á þessu. Það er ein skoðun í viðbóð sem ég ætla að segja. Sko, hann er að gera þetta núna, sem er, hann er kannski að róa markaðinn, en þetta er bara, þetta er líka þreytandi. Það er bara þreytandi að segja, gera eitthvað, þú veist, ætti hann ekki bara hætta að vera alltaf að pósta á hverju einasta föstudegi, pósta hann svona vísbendingum hvað hann fara að gera, svo pósta hann því á mánudegi, hann er rosa upptekinn að því að það sé vera að hlusta á sig. Já, varst ekki búin að, við skulum ekki fara í ykkur sálfræðigreiningar, en þú veist alltaf hvað ég var að segja. Ég er einhvern tala hann daginn, sko, ég ætla að fá hann í viðtal aftur og í þetta skipti ætla ég að segja Michael Saylor, leiðu mér líka að tala. Ég veit. En hvað meira? Já, svona, þú veist, manstu þegar við vorum alltaf að tala að peningamagni umferðs og Bitcoin færi saman, svo hætti allir að tala það, þá mann fór að tala framleiðslu vísitöluna og hún hefur bara, og það talaði að þú veist, það er þegar framleiðslu vísitalan hækkar, þá hækki Bitcoin. Þegar hún fer yfir 50, hún fór upp í 55 sem er að hæsta í nokkur ár held ég núna og þá ætti Bitcoin að hækka. Er það framleiðsluvísitala á heimsvísu eða Bandaríkjunum? Já, ég veit ekki hvernig hún er á heimsvísu, sko. Þannig að núna miðað við þá tölfræði, þá ætti, þú veist, Bitcoin að fara að hækka, en það eru margar hliðar á þessu, sko.
sko að ef að framleiðsluvísitalan er að hækka, þá er verið að framleiða meira, þá er líka samt hægt að segja að það dregur úr líkunum, ef það er meiri framleiðsla en verður ekki að lækka, þá má búast við því að Seðlabankinn er ólíklegri til að lækka vexti og við getum sagt á móti kemur með þessa vísitölu þá meira peningamagnu umferð hefur en þá áhrif, minni vextir hefur en þá áhrif á áhættu sagnar eignir sko. Þannig að ég held að við getum rosa lítið lesið úr þessu hvort að þetta, ég hugsa þetta bara svona eins og peningamagnið umferð. Við vorum alltaf að bíða eftir þessum 100 dögum að Bitcoin fara upp, en meina peningamagnið umferð jókst en svo fór Bitcoin ekkert upp sko. Nei, ég meina sannleikurinn er bara sá að þú veist svo margir faktorar, hvort það er verð á gulli, verð á S&P, peningamagnið umferð, núna þetta nefna framleiðsluvísitöluna, bara mikið af einhverju fylgni sem menn voru að treysta á sem hefur ekki raungerst. Já, ég veit að vilt ekki heyra mig segja það. Rauninni eina sem að virðist bara að vera... 4 year cycle. Já. Það er bara eina sem er hingað til. Þá erum við bara upp á bara hvern einasta dag. Við fórum, toppurinn var upp á dag bara eins og hefur verið síðustu ár og fyrir vikið þá, ætti botnin að vera bara í október. Já, það er svo stór partur af mér sem vill ekki trúa að þetta lögmál muni gilda bara ókomna framtíð, af því að mér finnst það eitthvað veginn mér finnst það alltaf að ég bara gera eiginlega lítið úr tækninni og eignarflokknum sem þetta er. Það gerir lítið úr öllu þróun sem heitir ekki Bitcoin og jafnvel Bitcoin líka með hvað þetta er prósenturlega lítill þáttur í dag með hvað mikið Bitcoin kemur umferð. Og þú ert að tala um hvað halvingið, helmingunin. Hefur áhrif, hvað mikið kemur á hverju degi, sko, hvað það er í dag með hvað var kannski fyrir 2 mörkuðum síðan. Sko, ef maður hugsaður það, þú veist, það hefur samt verið alveg þrjusugóð stemning, þú veist, því mann myndgöp kemur náttúrulega bara fyrir loftið þannig að 2020 11. maí á helmingunar daginn og ég man bara, það var geggju stemning í Bitcoin-samfélaginu, það var rosaleg stemning, vorum í $9,000 og Paul Tudor Jones var að tilkynna hann sjóður hans hefur að kaupa fyrir $100 million og þú veist, það var ekkert langt síðan Bitcoin hafi verið í $3,000, það hefði bara verið hann í COVID-krassinu í mars sko, þannig að það var bara rosaleg stemning og svo er helmingun 2004. Þið heldur mikið partí þá? Jú, einmitt og þá var það ETF-hæpið þegar það verið samtir í janúar, þetta var í apríl, við vorum í tæplega $70,000 vorum reynulega bara á svipuverð og við erum akkurat núna þú veist, það spáði það er ekki lengra síðan. Nei, einmitt. Þetta sko, pældi því, það er ekki lengra síðan, þetta er rúm 2 ár og ég man bara, þú veist, Bitcoin var bara að sigra heiminn, það var stemningin hana og bara, þú veist, we're back, we're so back og þú veist, bara hendi svakalegt partí í opin bar í Grósku, skilurðu þú veist og og svo núna erum við eitthvað bara, þú veist, eins og við séum fastir í einhverju mými með DiCaprio í Wolf of Wall Street, þannig að þú séð gifið þegar hann er á snekkjunni sko og þetta er svona allir stemningun og svo er alltaf krassa, við sem að margir hlustur hafi séð þetta gif, þetta er þekkt gif en þá það bara að minna sig það að þú veist fyrir 2020 stemninguna, þá var 2018 bara dark stemning í kryptó 2002, 2 árum fyrir partí í Grósku, dark stemning þannig að vonandi höldum við áfram og það verði partí og myndgum efni til einhverja stóra veislu. Og þú veist það sem þú vitnaðir í, þú veist að
stemmingin hérna 2020 kemur upp úr COVID-krassi sem að við heldum allt var að fara til fjandans. 2024 þá erum við að koma úr rosalegu gjaldþrota bear market sko, sem að menn voru svolítið bara brotnir sko. Þú veist, hvað getum við sagt núna? Við getum sagt 10.10. en þú veist, við getum ekki tengt að beint við neitt nema dagsendinguna sko. Nei. Þú veist, þannig að öðru, þú veist, og allt þetta jákvæða sem að gerast, þannig að þú veist, ég held að það verði bara svaka stemming hérna á næstu halvingparti hjá okkur, en nema, þú veist, auðvitað það þannig að, þú veist, að gerfugrindin að taka svolítið aðteglina, þannig að verður kannski eitthvað að gerfugrindapartí í næsta húsi sem allir með á. Já, það kemur ljós. Ertu með fleiri púnta? Þú ert nú alltaf með einhverja. Já, ég get alveg komið með einhverja púnta sem að ég svona hef átt hérna bara hjá mér. Svona, þú veist, að því við erum að tala allt þetta svona jákvæða sem hefur að gerast. Morgan Stanley var að, það er líka við að það er svo mikið að jákvæðum hlutum að bæði mann var ekki hvort maður hafi reynilega minnst á það og finnst að það hafi jafnvel komið áður og finnst þetta ekkit stór frétt sko, að Morgan Stanley var að koma í ETH og Solana ETF og eins og hefur komið fram þeir hafa ekki komið með marga alveg rétt já og ég held þetta var bara mín persónlega afstaða, ég held að þeir væru ekkert að fara að breykka út fyrir Bitcoin. Já, en nú er komið Solana og þeir eru með þetta E-Trade plattform sem eru svo stórt, svona spot plattform og þar er ETH og Solana og ég vil eitthvað meira komið þar, þannig að þeir eru með gríðarlegan stóran viðskiptamannahóp sko og sem ég segja að þeir séu með svona solid viðskiptamannahóp. Þú veist, og þetta er kannski bara orðið þannig, við erum svo vanið svo jákvæðum fréttum og verður ekki að hreyfast að maður bara, já, ok, Morgan Stanley, ETF. Solana, já, það er ekki eins og að segja hvað gerast. Þannig að, þú veist, það er þó allan að þetta hérna, þú veist, já, þú veist, svo hérna, ég sá eitthvað að Solana er að kjósa núna þú veist, að hækka fee-burn rate-ið hjá sér, sko. Það er svona, hafa verið spurningamerki hvort þeim text að koma því í gegn, að því að þú veist, það dregur úr hvað menn fá tilbaka í staking mögulega sko. Já, einmitt. Og þú veist, mér finnst líka áhugavert ennþá að fylgjast með sem við höfum talað sko að þú veist, síðan í júni, market capið í júni á hlutabréfum og Solana var $539 million. Þannig að þú veist, þessi real world asset er að byrja að gerast. Voljúmið á þeir er 4,9 miljardar á fyrri helming 2026, já, við tökum bara fyrstu 6 mánuðin ásins, sem er alveg helling, sko. Þeir virðast vera, sko, ná einhverjum árangri Solana á þessu hlutabréfamarkaði, eigna á bálkakeðunni, án þess endilega að við séum að sjá áhugan eitthvað aukast á rauninni, sko, hjá þessum fagfjárfestum á Solana. Það er ekkert mikið. Fagfjárfestum áhugin virðist vera miklu meira hægt og bítandi í Ethereum og Ethereum fyrir utan þetta hlutabréf þá er rauninni held ég að Ethereum að vinna í öllu öðrum svona raun eignum. Já, einmitt. Þannig að þú veist, já, svo sá ég annað sko sem er svo sem ekki jákvæð frétt fyrir kryptó. Við erum búin að bíða mikið eftir því að X kæmi með svo kallar X-Money, þar sem að væri hægt að transakta og kaupa og selja og millifæra og annað slíkt á X-inu. Og ég man þegar þessi umræða fór fyrsta stað, þá voru verið að tala að auðvitað myndi Elon Musk nota kryptó og nánast 100% auðskon. En þetta er komið í loftið, það er ekkert kryptó í þessu. Þeir notuðu kryptó í að birta eitthvað svona, notuðu Solana til að birta, þú veist, verð á hlutabréfum og ymsu þegar þú gerir
dollaramerkið fyrir framann eitthvað fyrir framann eitthvað hlutabrið, það er gert með þeirri tækni en það er ekki verið að nota kryptó þarna, sko. Þannig að þú veist já, svo eitt bara viðbót svona, svo við erum að skjóta inn bara svona hraðfréttum af ýmsum hlutum, sko, að hvað maður sér, hvað getur skipt máli hérna, við munum eftir þetta að svo Trump kom, þá var eitt af því sem að það gerði mögulega, þú veist, sem er kannski svona jákvæð þó maður hefði helst viljað myndi ekki gerast, að það sannaði rauninni hvað Solana þoldi mikið transaksjón. Mikið álag. Já, og það er hægt að sko segja það sama þessa prediction market, polymarket og Kalsi og þess að heimsmeistaramótið bjóti $20 miljard voljum á prediction market bara í veðmálum, eða það heitir vist ekki veðmál lengur í þessum geira, sko, á þessum prediction market á leikjum heimsmeistaramótsins. Fyrir ekki að ég sagði veðmál. En við var sem sagt, svo tölum bara hérna í íslensku, þetta er það veðmál, þetta er algjört bullshit sem var að tala um, maður hefur heyrt að vera að tala um að trading sports contracts hefur maður heyrt, sko, þú veist, þetta er alveg skammalegt. Þetta er bara þetta er bara 100% skaml og allt í góðu með það fyrir þá sem vilja vera í því en í guðunabænum farið varlega með það. En til að ég áttum á þessu var veðið að $20 milljörðum $20 milljörðum bara á HM. Já, og þetta er ekki, sko, hennu gömlu veðmála síður, sko. Þetta er bara prediction market, sko. Svo bara ekki krypto var $20 miljardar betta á HM. Já. Og ég lasi mitt grein af Wall Street Journal fyrir ekki svo löngu hvað þessi iðnaður er að þenjast út. Já, mér finnst að við erum að tala um hyperliquid, við erum að tala um svona perps og eitthvað svona framtíðar en ég sá einmitt meðan heimsmeistaramótið það var tölvört hátt hlutfall af mér sem bara, þú veist, voljumu á hyperliquid var, sko, bara HM, af því þeir eru líka með prediction. Já, einmitt. Og þetta er, þú veist, þetta er bara eins og ískiluru hérna, þú veist, hlutfall þeirra sem taka þátt í lottó er alltaf miklu hærra hjá þeim sem í bara hérna samfélagum sem eru fátækari, skiluru og þú veist, og ég er 100% á því að þetta hvað betting er að þenjast út er út af bara erfiðum efnahagslegum aðstæðum í heiminum. Það er bara fleiri að upplifa. Ég er ekki að komast áfram, fuck it, ég verða gamla. Þeir eru bara með þetta mindset og hérna ekki gott. Og einhverju leiti getur við sagt, sko, að þetta er sláandi tölur, $20 miljardar, þú veist, þetta er rúmur mánuður þetta mót, sko. Og rauninni, sko, bara verðum að horfast augu við það, við sem höfum áhuga á kryptóeignum, að þá hefur töluvert fjöldi af, það er allt sem bendir til þess að töluvert fjöldi af fólki sem að var að leika sér í kryptó, að það er búið að færa sig yfir á þetta. Já, sem er ekki gott, sko, en auðvitað má taka jáka úr þessu og segja ok, þú veist, bursið frá gambling, að þá er allavega, þú veist, það er ástæða fyrir því að sko í þessari greinin á Wall Street Journal sem ég las, þá kom fram, og það var sett fram sem alveg sláandi tala, þetta var held ég er að munandi rétt eitthvað 160 til 180 miljardar sem var bettað á ég held ég sé að fara rétt með, sko, mögulega var það þá veltan, ég skal ekki segja, en ég skildi allan að vera að tala um að bettingvoljum hafi verið einhverjir tæpi $200 miljardar í Bandaríkjunum yfir allt síðasta ár á íþróttaveðmál. Þú veist, kannski var það ránt og kannski er þetta þá, þú veist, tekjunar, ég veit það ekki, en ég bara segja, ef það er rétt sem ég, þú veist, þá er þetta náttúrulega bara sláandi tala, sko, og kannski að jáka í söllu saman er að alveg eins og
sko margskonar iðnaðar í gegnum tíðina eins og við talum Vaf-S og allt þetta skilur að þú veist það oft iðnaðar sem ekki endilega æskilegast iðnaðarinn en hann sýnir oft gefur oft snemma vísbendingum hvaða tækni verður ráðandi á breiðara sviði skilur mig þannig að þú veist það má taka það jákvæmt út og það er alveg rétt að þú veist að þetta svo sem alveg svo við tala með Solana þetta eitthvað svona þetta er nákvæmlega samanleikum þú segir að Trump-coin var ekki jákvæmt en það var jákvæmt að sjá að Solana réði allt þetta aksjón og að Solana var fyrir valinu skilur en ég mælu nú ekki með þessu að ég ætla ekki að hafa tölur eftir því ég man ekki tölurnar en ég heyrði einhverja tölur hvað var mikið hlutvall að þessu fólki sem á prediction markið í einhverjum gróða, það var bara sláandi litlar tölur, sko. Hvað var það? Þetta verið eitthvað starf í kringum 5% eða eitthvað, ég bara minna, sko. Þetta er töluna sem maður heyrir yfirleitt að þetta sé svona 3-7% sem græði. Já, nei, þú veist, þetta er eins og hérna þetta er eins og sagt hérna í öllum myndunum þú veist, Las Vegas var ekki byggð á þú veist, þetta er allt byggt á hérna losers money, sko þú byggir ekki glæsiborg í eyðimörkinni á okkur sigurvörum, sko Já, maður Það sem er framundan, getum við kannski sagt að því við vorum að tala hana áðan hérna framleiðslu vísitölu, þú veist að við erum að sjá framleiðslu vísitölu 13. ágúst, við erum að sjá hérna CPI sem er þá verðbólgutölur 12. Já. Þannig að við erum svona í þessu og jú, þú veist ég held að í dag á að byrtast einhvers konar sem er alltaf þessar sem á að hafa áhrif á verðbólguþróun eins og atvinnulausistölur í Bandaríkjunum sem ég finnst alltaf svolítið furðulegar að því að þeir eru með það er eins og þeir séu bara hérna vanþróasta ríki heimi stundum hvernig þeir safna tölum saman sko. Já, það er gott að þeir bara ringi ekki og segja eru allir í vinnu og ykkur Já, ég veit Já, Björn, ég held að við höfum ekki lengra að sinni og svona heldur tíðindalítið en fínt að taka saman samt svona alls konar punta sem ég veit að þú hefur legið á í lengri tíma og náðum að reyns allavega ykkur af þeim og já þannig að Björn Haraldsson ég þakka þér kærlega fyrir spjallið og ég þakka ykkur kæru hlustendur fyrir hlustununa og fyrir áhorfið og þangað næst verið sæl